Já, nokkur orð skrúfjárn. Hér svona hefðbundið flatt skrúfjárn, kallað mínusjárn. Hér eru 3 stjörnujárn fyrir japanska skrúfur, fyrir Philips skrúfur og fyrir Positara skrúfur. Og hér töflujárn og hér svona hefðbundið bitabox. Við skulum fara í gegnum þetta fljótlega allt saman. Hér svona mínusjárn sem kallað eða flatt járn og aftan að því stendur hérna 1 sinnum 5,5. Það þýðir að blaðið hér 1 mm á þykkt og 5,5 mm á breidd og þetta bara svona hefðbundið gamaldags. Hér koma síðan 3 stjörnujárn og þau eru gefin upp með nafninu svo PZ2 og það líka til hér PZ1 og þá bara einfallega minna járn. 2 stærra járn, 1 minna járn og 3 ennþá stærra. Og við erum með 3 tegundir af stjörnujárnum fyrir japanska skrúfur, það er JDS og PH, það er Philips og PZ. Og hér svo töflujárn. Við skulum fara hérna yfir þessu 3 stjörnujárn hérna og átta okkur aðeins á því í hverju munurinn fólginn. Við byrjum að zooma hérna aðeins að skrúfunum. Já, aftan á hverju járni eða á hliðina á þeim eru nöfnin á því. Hér PZ2 og merkið svona hringur með svona kross með litlum strikum út úr í kverkinni. PH-ið, það er hér, PH2 og hér bara svona kross. Og japansku járnin, þau eru bara með nafninu á, JES og þetta hér járn nr. 2. Og ef við kíkjum nú aðeins á skrúfurnar og draugum hérna myndina nær okkur, svona. Við skulum byrja hérna á PH-járninu, eða PH-skrúfunni. Þá sjáum við hér að PH-skrúfan, hún sem sagt, hún bara svona flöt, eða það að segja, það er ekki stimplað í hausinn á henni, bara stjarnan hérna og merkið bara svona. Og járnið sem fer í hana, það er bara þetta hefðbundna stjörnujárn og hér engin tunga, hér á milli blaðana. Og blaðið sjálft hérna, blaðið sem hér, það er mjórra hérna fremst eða þynnra og svo verður það þykkara eftir því sem ofar dregur. Þannig að þegar þið herðið með PH-skrúfu, eða skrúfjárni, þá ýtist járnin út því byrjið að herða. Eða ætlaði að losa, þá ýtist það líka út. Þess vegna er erfitt að losa og herða fast með þessum járnum. Og þau eru eiginlega ómöguleg. Síðan koma PZ-járnin hérna í Evrópu. PZ-járnin kom hérna í 63 og þá til að aðgreina þau, þá er tunga hér á milli. Hér er svona tungu á milli blaðana og þá er það PZ og þá eru skrúfurnar þannig að það eru svona strik hérna, við draugum hérna að þessu. Það eru strik hérna, hér, strik. Þetta er Positara eða PZ, svona strik. Og þá þurfum við þetta PZ-járn sem með tungunni. Þetta hérna. Þannig að PH, engin tunga, engin strik, PZ, strik og tunga. Og svo eru 3 skrúfurnar sem í japanskum tækjum eða bara japanskum bílum og mótorhjólum og öllu. Og þá er svona punktur í skrúfunni. Þetta er 3. kerfið, japanska skrúfur, eru með þessum punkt hérna. Og þau járn heita JES. Og þetta sem ég er með hér, það er nr. 2. Og nú skulum við aðeins gera hérna smá tilraun. Já, hér sem sagt er tölva úr japanskum bíl, þetta er úr Toyota, þetta er bara tölva. Og hérna sjáum þið skrúfurnar, ég veit ekki hvað þetta sjáist. Sjáum þið punktinn hérna í skrúfunni, hérna er önnur skrúfa. Það sjáum þið punktinn í henni. Nú skulum við prófa að taka hérna PZ-járn nr. 2, þetta hér, þetta er PZ2 hérna. Og þetta gengur mjög illa hérna í, þegar eiginlega komið í valla hérna í. Nú tek ég PH2 hérna. Það kemst betur í, en það er losaralegt og það fer ekki djúpt ofan í. Þeir náðu lélegu taki með því. Hér er hins vegar JDS-járnið sem er japanska járnið og það dettur beint í. Og það grefst til hún í skrúfuna og það þurfið ekkert í það inn, bara snúa
og þá losnar skrúfan. Alveg grimm heldur í. Þannig að fyrir skrúfum með svona punkti í, þá þurfið þið svona JDS og það er, maður segir kannski að það gallið með Japanan sá að sem maður sé bara með japanskan bíl eða mótorhjólið eitthvað eða lækningatæki að þær skrúfur sem eru ekki í punkti, þær eru oftast líka fyrir JDS skrúfjárn. Þannig að þeir merkja þær ekki alltaf að því að virðist vera. Þetta var svona þessi þrjár tegundir af stjörnujárnum. PZ-an hérna er með tungunni og þar eru þau með svona lítil strik út úr á milli blaðana. PH, engin tunga og skrúfan ekki með neinum merkjum og japanska skrúfur með punkti og það þurfum þetta JDS dæmi. Nú, þegar þið í rafeingreinum þá þurfum við að töflujárn og það er svona blendingur. Það er sem sagt stjörnujárn með flötu líka. Og táknið fyrir það er svona og hér sjáum við að það er númer 2. Og þetta er fyrir sjálfvörinn, þessi hérna. Þið sjáum hérna í skrúfuna hérna. Þetta er stjarna og líka mínus í sömu skrúfunni. Það er fyrir þessi töflujárn hérna, þau passa hér í, svona. Við förum nú aðeins yfir hérna svona helbiti svona sett hérna, þetta er svona bitasett og þá eru bara í þessu sem dæmi hér, 6 kantar nokkrir og hér koma torkskrúfurnar, það er þetta T, torks 10, 15, 20 og kolli og hér koma svo bara mínusjárn. Hér er PZ, 1, 2, 3, 4, þetta er bara misstóru oddar eða misstóru bitar hér. Og hér er svo gamla kerfi hérna PH 1, 2 og 3 og hér eru svo torkskrúfur með svona gat í miðjunni og það er þetta TT, það er að segja torkstamper, þetta er fyrir þjóðavörn og þá er svona smá svona stautur upp úr skrúfunni sem gengur inn í gatið, þannig komið bitunum ekki niður. Þannig að svona biti kemst ekki í svona þjófavarnarskrúfu. Og ég ætla bara að benda ykkur á með þessa bita. Þetta er 2 tegundir svona cirka að bitahöldurum. Það er þessi hér, hérna sem bara stingið bitunum í og þá komið þetta í gegnum mjógöt með þetta en hættan er svo að þegar ég tæki þetta út þá verður bitin eftir í skrúfunni, detti niður og þau týnið honum og getur valdið vandræðum. Hér er svona bita sem er þetta að læsa. Þá ýtir bara hana fram og getur bitan í og sleppið og þá er hann læstur í og hér er engin hætta á að bitin verði eftir, þannig að þetta nota við yfirleitt eða geta. Og svo langar maður að fjalla, betur þetta, á svona batterísvél, spá menn oft í það hver opið hér er, hvaða er stórt. 13 mm er það sem menn vilja yfirleitt hafa, þá kemur borum hérna í 11, 12 og 13. Það eru til ódýrari vélar sem eru 10 mm en þá kemur ekki stærri borum í. Og kúplingin sem ég hér á, þess að sýna ykkur kúplinguna hérna, hér sem þetta er svona, þetta snúa á svona hjóli, númer 1 hérna og ég held hérna þá er lítið átak, þá fyrir hann að slúðura, fyrir hérna 3, þá er meira átak áður en fyrir að slúðura, hún herðir aðeins meira, númer 5, þá herðir hún mun meira, við ætlum að skrúa, þá stillir ég hérna hér á borin hér og þá slúðrar hún ekki neitt, þá bara snýr hún alltaf á fullu. Það var svona aðeins bitasett og þessar vélar og haldarana. Nú á lokum þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þið segulmagnið skrúfjárn. Hér sem þetta er járn sem er ekki segulmagnað og hér er segulstál. Þið tækið segulstálið og þið strjúkið járninu svona eftir og farið út fyrir segulsviðið, strjúkið í sömu átt, út fyrir segulsviðið, strjúkið í sömu átt, út fyrir segulsviðið, strjúkið í sömu átt, nokkur sinnum. Og þá raðast atómi hér öllu sem er röð og mynda hérna segul inn í járninu. Fyrir byrja við þetta hérna skrúfunni, öllu tekið hann upp eða setja hann hérna í og þá heldur hún. Takk fyrir.